Komið öll sæl. Þetta hús er til sölu. Þetta er húsið sem ég byggði sjálfur. En mér langar alltaf að breyta. Ég tók þetta hús allt í gegn fyrir 4 árum síðan. Breytti því öllu og er alveg tilbúin í næsta dæmi. Ef einhver hefur áhuga á mínu húsi. Þetta er 10 ára gamalt. En ég er að byrja að taka það fram í sambandi við Tæland. Húsin eru illa byggð hérna. Fyrir okkur sem hafum, já, ég hef byggt nokkuð mörg hús sjálfur bæði í Ameríku og í Svíþjóð og á Íslandi faktisk. Að húsin eru illa byggð, enda kostaðu ekki neitt, þannig að maður verður að fyrirgefa það. Það eru bæði rafmagnslið hérna hjá mér, báðum megin. Ég skipt allt andlitið. Mér fannst þau mörg andlitin hérna ömuleg á framhliðinni. Fílarnir eru tákn þeirra, hérna, fílarnir eru helgir og þessi fallega hérna sveita mynd. Mér fannst þú passa vel. Við settum hana líka. Þannig að þetta hús er faktisk alveg eins og við viljum hafa það í dag. Það er úti eldhús sem ég er búinn að breyta líka og gera, stækka og gera nóg til að mótorhjólum. Hér er úteldhúsið. Þegar ég breytti húsinu mínu, þá tóku við úr þessar hurðir framliðin og þeir vildi ekkert gefa mig fyrir þær. Svo ég ákveði smíðaði mig bara verkfærageymslu hérna og hérna er öll verkfæri mín. Ég á eiginlega öll verkfæri sem ég bæði með suðvél, loftpressu og allt hérna. Þetta er úti eldhúsi hér. Og dúan eldar yfirleitt allt úti, en þegar ég er einn, þá nota ég úti eldhúsi lítið. Enda ég er ekki með neitt svona kryddaðan mat. Þvottavélinni hérna. Þetta er mjög algengt í Tæland. Smá renningu bak við húsin. Lóðurnar eru yfirleitt mjög litlar. Mér reiknast til að húsið sé einhvers staðar í kringum 100 fermetra. Það eru 3 herbergi og eldhús. Og ég ætla að labba með ykkur hring. Ég ætla að labba með ykkur inn síðan. Ég skipti alla framhliðina og ég stækkaði húsið. Ég færði framhliðina fram 1 meter, setti nýtt andlit og nýjan hliðarglugga. Þetta færðist fram þennan hliðarglugga. Þetta var anddyri áður. Þetta er einn af leigubílunum. Með yndislega brunn keypti Ég fannst hann svo fallegur því ég sá hann að heyra á vatninu þegar maður er niðri ég sit hérna oft sérstaklega. Ég elska þegar brjálaus rigning í Tæland, hitablaus rigning. Þá sit ég hérna í ruggustólnum mínum og rugga mig. Hér er ágætis pláss til að þurrka föt og annað, en það er ekkert markverðilegt. Hérna er vatnsbrunnur sko. Maður er með brunn líka og síðan með dælu. Þetta er vassdælan, þetta tilheyrir öllum húsum hérna. Og hérna er ég komið í hringinn. Síðan er hérna undir séttinni eru 2 róttrær. Á þessum 6 árum sem við erum búin að vera hérna, við höfum tæmt hana einu sinni. Það kostaði einhver skítopleiki, 300 batta. Þetta er funkunný bíl sem við erum með í leiguna. Það eru 2000 km á þessum bíl. Svo erum við með 7 manna bíl og líklega einn í viðbót. Fara með ykkur einn hring hérna inni. Ég kom inn í stofuna.
Og breytingarnar sem ég gerði, ég fórnaði helmingnum af skrifstofunum mínu, skar niður þennan vegg og þarna, vegna þess að þetta gall í mörgum tailenskum húsum að sófinn færist fram 1 meter framan við þennan vegg og mér finnst maður sita upp í sjónvarpinu. Þannig ég gat alveg fórnað þessa skrifstofunum minni. Hún alveg nógu stór fyrir mig og eðlilegt að sitja hér á sjónvarpi, fyrir ekki að horfa á sjónvarpi. Það eðlilegt. Það eru 2 fín svefnherbergi. Þetta okkar herbergi. Ég nú ekki búið vel morgun. Þegar maður konulaus. Hérna klósett og sturta inn að svefnherberginu, yfirleitt í tailenskum húsum, yndislegt. Hér gestaherbergið. Hér bara föt upp allavega ekki og klósett og sturta hér líka. Eldhúsið eða borðstofan ágæt hérna, það ekkert að henni. Það kæling í öllum herbergjum og ég með ískáp úti líka, tókum þennan sem var hér inni, færðum hann út og keyptum okkur einn alvöru. Þegar maður búinn að búa í Ameríku þá maður vanur svona lúxus að vera með ís og ég mikið fyrir ís. Ég vil hafa bæði kókina og eldhúsin eru eins og í tailenskum húsum. Okkur finnst ekkert varið þetta, en þetta bara eins og það sumir fleygjaði út. Ég tímdi því ekki, þetta ekkert að pirra mig, að sérstaklega þegar við notum úti eldhúsi svo mikið, þetta allavega ekkert að pirra konuna. Ég frekar því ég sé svona gömul eldhús, ég frekar pirra á því. En þetta bara smekksatriði. Þetta ágætispláss hérna. Þannig að þetta hús hefur marga góða kosti og kostnaðurinn sem þið sjáið inn á heimasíðunni minni, ég ætla okkar að sjá hvað kostar eiga hús í Taílandi. Hérna við þegar við giftum okkur við hjónin og hérna Indíána stelpurnar mínar sem ég keypti einhver tímann á Road 4 í Texas einhver staðar, voru tiltölulega dýrar. Þær eru orginal. Mér fannst það svo fallegar þessar Indíána stelpur. Þetta ekki gerfi, þetta orginal. Þær kostuðu hellingspenningum út af því, en það skítfjalli fyrir henni. Ég finnst, ég veit nú ekki hvað búið að setja myndin og dúan hérna alveg upp í. Það má ekki skemma fötin þess þeir elsku hérna. Þetta mjög fallegt. Og sko þið sjáið, hérna sjáið þið, hér þessi veggur, hér sagaði ég í burtu og færði framhliðina þennan metir og bjóð til þennan glugga hérna og þetta bara kemur ágætlega út. Ég bara mjög ánægður með húsið eins og og ég alveg viss að það verður einhver sem kann að meta þetta hús, sérstaklega fyrir 16 milljónir. Ég læt þetta duga núna. Takk.